mig. Virtist eitthvað að vera búinn að lúra í húddinu á sínu bíl, hann alltaf var feiki öflugur hjá honum hana. 230. Ekki vandað þetta. Það kemur sterkur inn. Þannig að Batman mættur aftur. Já, hann kemur sterkur til lið. Stulli er líka skemmtilegu karakter og vantaði tófarmynda af hennar. Það var Ragnar Skúlason. Hann var margfaldur Íslandsmeistari í götturflokki á árum áður, er komin hérna í sérútbúinn flokk, mættur á Ausur. Eitthvað klikkar þetta hjá honum, 180 stig. Það er mikill atgangur hjá piltunum hans Ragnars. Það er hérna verið að skipta skiptingu. Gríðarlega flott að sjá svona í viðgerðarsvæðinu Hasanir sem er hann á milli brautar að koma milli lag. Það er eins gott að maður sé með topplið á baku sig. Þarna er heimamaðurinn á staðnum, Eyjólfur Skúlason, og hún Eva vinsalæsti keppandinn. Allavega á þessum slóðum, 270 stig. Og eftir fyrstu braut, fyrsta sæti Gunnar Egilsson, öðru sæti Eyjólfur Skúlason, þriðja sæti Sturla Jónsson og fjórða sæti Gunnar Pétursson. Það var það braut 2, Helgi Sjött á lyklaborðinu. Hvað er það hlutverk að þræða hana fyrstur? Hún byrjar hérna á sama stað og reynda fyrstu 4 brautinar, byrjar allar á sama stað en síðan leiðir þær í önnur hliður sem það beygir hérna lengra til hægri. Er ekki mikil kúnst að keyra svona bílinn á hlið? Jú, það er mikil kúnst að vera í hliðarallan. Það fyrir hérna gróflega yfir endamark og fær 215 stig. Og Gunnar Egilsson. Hún var fórustusöðurinn eftir fyrstu braut. Það er gríðarlega gaman að sjá Gunnar keyra. Hann er grimmur og hreyfingarnar í bílnum, það er minna helst á ljón eins og hann hét alltaf áður bílinn. 270 stig, þarna. Já. Það er Gunnar Pálmi. Gunnar Pálmi læðist þetta á sínum götu bíl. Og það er alltaf leið, 280 stig. Eyjólfur Skúlason. Já, þá var það heimamaðurinn. Hann var í öðru sæti eftir fyrsta braut, þannig að hann þarf að fara villulaust hérna ef hann ætlar að komast yfir hann Gunnar Egils. Sleppur hann að þetta dekk. 280 stig. Klára hann verður ekki því eitthvað. Og ertu búinn að keppa mikið á þessa bíl? Búinn að keppa á honum á og til síðan 92, en ekkert, þetta er fyrsta keppni mín núna síðan 96. Ertu ekki búinn að sakna þess mikið? Jú, þetta er alltaf blunda um mér, ég ætlar alltaf að byrja aftur. En nú ertu kominn og þú ætlar ekkert að gefa þeim eftir hérna hinum gæjónum sem verið að keppa. Nei, það verður að passa sig. Hann er Rögnvaldur bóndi. Já. Það er sko stíll yfir honum, það er ekki spurning. Gríðarlega gaman að sjá að mæta þarna á keppnisbíl sem var raun og veru eins og tófarabílar voru fyrir cirka 10 árum eða svo þegar hann var að keppa. Já, og þeir segja að hann bara mæta á staðinn, hann starta bara bílnum og... Við séum þetta, 280 stig, gríðarlega fagnaðarlegt á staðnum. Og eftir aðra braut er staðan óbreytt nema Sigurður kemur inn í 5. sæti. Já, hann Einar Gunnlaug stettur hann út, hann hefur greinilega lent í ekki náða að klára viðgerðina sínar eftir fyrstu braut. Og byrja á Gunnar Egils. Já, hann fyrir að vera fyrstur í 3. braut hjá okkur. Og það er nú eins og að bíllinn hans Gunnar hætti að taka á hann aftan, 230 stig. Það er hann og kemst ekki alla leið. Gunnar Pálmi. Þá ætti Gunnar Pálmi að geta komið sér upp fyrir hann ef hann er að keyra þetta alla leið. Og byrjaði brautin að vera svona erfiðari þegar byrjaði að líða á. Já, hann svífur þetta glæsilega 300 stig, höllulaust. Fullt hús. Já. Sturla Jónsson. Hann lyftir hann álíka eins og í fyrstu braut. Það er villulaust.
Ragnar, hvað var það sem klikkaði hjá þér? Það brotnaði sjálfstýring. Ertu búin að gera við þetta? Já, svona. Og er tilbúin í næstu? Já. Þið voru ansi fljótir að skipta, er ekki rosalega pressa þetta bila svona? Jú, við erum einhverjum fáið núna, við erum bara 3. Já, þú ert vanlega með fleiri? Já, við erum svona 5 yfirleitt. Einhver aðra tæk! Maður, þetta er læskrið! Hérna er algjör laxinu. Losna við baskan endan! Menn alveg dýróður hérna í skemmtunum. Alltaf verða vitlaust. En Ragnar hann að mæta í þriði braut, hann misti einungis eina braut úr. Alveg á síðasta snúningu, sjáum hérna alltaf út við honum. Fullt hús. Klára þetta á fullu húsi. Þá er það Eyjólfur í öðru sæti fyrir þessa braut. Og 300 stig. Hann ætti þá að komast upp fyrir hann Gunnar. Þarna var mættur nýr bíll í keppni. Pálmi Sigurðsson frá Egilsstöðum. Gerði list fyrir hann. Þetta er flott start. Segð mér, þetta er fyrsta skipti sem þú mætir í keppni. Já. Hver er ástæðan fyrir því? Það er ekki aðalega fjárhagurinn bara. Fjárhagurinn, þetta er alltaf dýrsport. Já. Og hvernig er búið að ganga í brautunum? Hvernig líst þér á þetta? Bara ágætlega. Er þetta erfiðar en þú gerði þér væntingar um? Nei. Er þetta ekki rosalegt kipp? Já, þetta er heldur gaman. Það var að mættur Rökkvaldur með stefnuljósið á. En hefur það ekki 140 stig. Og eftir þriðju braut í fyrsta sæti Eyjólfur Skúlason, öðru sæti Sturla Jónsson, þriðja sæti Gunnar Pétursson og fjórða sæti Gunnar Egilsson, fimmta sæti Sigurður Jónsson. Leikni. Já, það er bara hversu gott vald á öðrubílunum. Endamarkið er hérna rétt fyrir ofan, hann má bakka aftur og reyna, hann náttúrulega tapar aftur stigum, 40 stigum öðrum og er einnig refsing fyrir að stoppa, þannig að þetta er að verða dýrt hjá honum. En það fær hann bara 190 stig? Já, hann klárar fær hann 190 stig. Þá var það Guðbergur Guðbergsson, hún byggst náttúrulega til aðri þennan. Já, það var mjög fínt. Þarna fer hann í dekk. Já, það þetta dekk reyndar er fyrir brautina sem liggur upp, þannig að það verður ekki refsingur þar, en það verður refsingur hann á seinna dekkinu. Þetta var svolítið flókið og ökumenn virtust vera reyndar svolítið svona vilskir þegar voru það. Já, svona svolítið snúið. Já, en Guðbergur keyrir þetta glæsilega. 280 stig. Það er bara 20 refsistig, það er eina dekki sem hann snerti, sko. Þá er það Eyjólfur. Og það er í fórustunni. Lendir þarna í bara hreinlega, hann keyrir út á brautinni. Það er kolvildur. Og ekki ánægður með árangurinn eins og það sér. En maður finnur það sko þegar maður situr í bílnum að maður sér ekki eins vel og maður svona hafði talið. Það er allt annað að standa í brekkunni og gagnrýna. Þá er það Sigurður Arnar. Hann ætti þá að sjá sér færi og ná að koma sér eitthvað upp ef hann er að gera þetta. Hann hefur það myndi orða á sér að vera mjög lúkinn í svona akstursleikni. Svo er náttúrulega jarðvegurinn svo fín að því náttúrulega renna líka til. Það náttúrulega hjálpar til að rugla á meira. Alveg púður hérna yfir borðið, sko. Hann er alltaf að komast alla leið. 230 stig, hann hefur fengið 70 refsistig hann fyrir að taka dekkin. Þannig er Einar Gunnlaugsson mættur aftur. Hann hefur ekki verið með síðustu 2 brautir, hann hefur mist þar úr sökum bílanna. Þannig að það hefur verið erfitt fyrir hann að koma sér upp í toppsæti eins og hann er að vera í. Tekur þetta dekk hana, það er 50 stigum. Fer hálfur yfir það, þá fá það 50 stigur refsingu. Það er gríðalegt afl í þessu. Það nötrar alltaf svæðilega fyrir að gefa. Já. 260 stig. Já, 260. Einar, var þetta ekki komið í lag hjá þér að náðan? Já, það var bara ekki rétt stilling á gírnum, hann var í öðrum gír. Það var í öðrum gír og það var að reyna betur að bæta það núna. Það er aðeins smá stilling bara.
Má svona koma upp? Þetta bara stressið. Þetta bara stressið, mikið álag. Og eftir 4. braut, 1. sæti Sigurður Jónsson, 2. sæti Gunnar Pétursson, 3. sæti Guðbergur Guðbergsson, 4. sæti Eyjólfur Skúlason og 5. sæti Sturla Jónsson. Já, það var svolítið breytt stað þarna og Gunnar Pálmi sem hér, hann var búinn að koma sér upp í 2. sæti og sitt í þar fyrsta. Gunnar Pálmi, hann var fyrstur í þessa braut. Þessi braut var líka mjög erfið og reyndi mikið á afl og jafnframt svona beygir í leiðir þetta. Hann rennur hann að gróflegu leiðir. Hann að klára 180 stig. Hvernig starta stigin að þið, veistu það? Nei, ég forðast að hugsa það stressa mig upp ef ég gera það. Já, ekkert að vera að fá sig eitthvað auka. Ég tekka bara á því restina. Akkurat. Hvernig eru brautina búin að vera? Bara fínar. Ég held þetta að vera mikið lausara. Ef ég yrði mikið lausara, þetta er mjög gott. Segðu mér, hvað fær svona gæja til þess að vera í svona sporti? Nú er þetta alveg gífurlega erfitt og tímafrekt. Hvað er það sem keyrir þig áfram? Ég veit ekki, það er bara eitthvað þörf, adrenalín þörf. Þú fækst aldrei leið á bíl og hérna í barnæsku? Nei, ég er ekki með bílandöldu, það er nefnilega misskilningur. Það er misskilningur? Algjörlega, ég veit það að óvinlegur akstur höfðar til mín, sem sagt hraðakstur, akstur utanvega, sem sagt vel að merkja svona akstur, ekki venjulegur götuakstur, hann er leiðilegur. Hann er leiðileg. Þú vilt svona drullu og meira dót? Já, bara meiri læti. Hvaða vél er í bílinn hjá þér? Þetta er Chevrolet, eins og flestir eru með, 350. Hún er smíðuð út í Bandaríkjunum, það er Summit, 420 hestafla. Og það dugir flestum bílum hérna, svona stór mótor. Já. Hvað ertu búinn að taka þátt í mörgum keppnum? Ætli það sé ekki 85, svoleiðis. Annars ég hafi tölu á því. 85 keppnir, já. Hann er ekki nýgræðingur í þessu. Það er glæsilegur ferill. Hann er Ragnar að ennur þess að það er einhverju bílur í. Ekki mig, hvað klikkaði? Hún er ónýtisskipting sem er í. Ertu að gefast upp? Nei, við reynum. Hérna, þeir eru ekkert smá sprækir hjá aðstæðumennirnir. Þeir eru nothæfir. Þið gáðu lýs í morgun. Glæsileg þarna. Jónar Geirsson, já. Honum veitti ekki að lýsi þennan dag, hann átti ekki mjög góðan dag. 120 stig og var svona með því mesta jafnvel sem hann fékk. Hann var Helgi Svitt. Hann var mjög óheppinn í fyrstu braut og þurfti að klífa þaðan úr 10. sæti og hann er svona jafnt og þétt búinn að vera sækja sér veðrið og reyna að koma sér upp á topp 5. Klára þessa braut en svo sér þetta er bara helmingur af mögulegum stigum, hann er farið gróflega við hlið. Já. Og Gunnar Egils. Hann þarf einnig að gera þetta með litlum refsingum til að ná sér aftur upp eftir bílunum í þriðju braut. Flott þarna. Og 5. braut. 1. sæti Gunnar Pétursson, 2. sæti Gunnar Egilsson, 3. sæti Sigurður Jónsson, 4. sæti Sturla Jónsson og 5. sæti Guðbergur Guðbergsson. Þarna Stulli mætti svona veifa til okkar. Þessi braut greinilega gerir 300 stig. Flott þarna. Það er líka yfirleitt áhersum það ef að fyrsti maður keyrir braut svona létta þá er nánast eins og þetta verður bara Laugavegs akstur eftir það. Já, eins og kemur þarna fram. Þarna stekkur hann bara fram. Þessi 300 stig, aðeins og mýlið fyrr. Og City. Jú, þeir eru rúllet allir á 300. Það er líka gaman þegar það kemur svona aðeins inn þegar þeir eru kannski búin að vera að fá 150 og 120 stig. Já, en að vísu breytist staðan ekki mikið á móti, þannig að keyra hann allir á 300. Akkurat. Og eftir 7. braut er staðan svo sama nema það Eyjólfur Skúlason kemur inn í 5. Þá er það Sigurður Jónsson. Braut 7. Þarna eru þeir svona farnir að núna byrja að setja strik í reikninginn með stiginn. Já, það er farið að skýra svolítið línuna þannig hverjir eiga möguleika á fyrsta sæti og gaman að sjá göttubílinn Gunnar Pálma eins og við sáum aðeins í stigatökunni í fyrsta sæti ennþá. Já. Og hann fær líka 290 stig.
Hann er Gunnar Pálmi. Nú er hann að svífa hann upp og ná að halda því bara fyrir síðustu brautina. Sem hann gerir bara, 275 stig. Og eftir 7. braut, þá skipta þær sæti, Eyjólfur og Sturla. Gunnar ennþá í fyrsta. Þá eru konur í tímabrautina. Hann er Hlynur Már Jónsson. Hann ætlar að taka þetta hana, greinilega, en ekki alveg. En hann slapp og meiddur þaðan. Hvað gerðist þér í 8. braut? Það var bara aðeins svo mikill hraði. Já, þú stóðst hann alveg flatan hann upp Já. og hvað gerðist? Já, bara duttu niður undan honum bæði drifsköttin. Ekki nógu öflugt bara. Þannig að það verður ekki keppt meir í dag? Já, þetta er búið. Er þetta ekki búið að vera ánægileg keppni? Jó, mjög góð keppni. Það mætti halda að hann hafi verið í dansskóla. Já. Varni Siddi. Já, hann var í 3. seti fyrir þessa braut. Og það er enginn búinn að ná að klára hann hérna. Hann er fyrstur hann að keyra þessar slóður. Það er ekki komist nema hann rétt í liðarallan. Já, þarna fer hann í drullupoll. Já, þessi tímabraut var alveg draumur fyrir áhægendur og jafnt keppendur. Það var nánast allt sem að torfæru upp á að bjóða. Liðaralli og drullupittur og svo sjáum við hann að reyna við á og þetta bílunum. Sjáum hann nálgast hann annað. Já, þetta var mjög flott umhverfið þarna. Gaman að... Sjáum að setja hérna óöppin hann að hann missir af einu hliði. Þetta endaði alltaf illa. Verulega. Verulega illa. Segðu mig hvað gerðist? Ég vissi ekki að ég mista þessu hliði, sko. Ég hélt bóttið að ég hefði náð í það. Svo bara er allt í einu maður hérna sem að flaggar mann, sko. Þú ert fyrstur. Hvernig, er það ekki erfiðast? Jú, mjög erfitt að sjá, sko. Við erum ekki búin að sjá neitt fara vatnið, sjá hvernig bílarnir taka það. Þú veist, ef maður hefði séð að hefði verið svo vont að fleyta þetta, þá hefði maður hugsað bara keyrt rólega, sko. Já, maður sér þessa gæði, þeir eru allir að fylgjast með. Þú sé alltaf mest að pressan að fara svona fyrst. Já, það er svo gott að sjá hvernig bílarnir haga sér, sko, til þess að geta spilað út frá því. Já. Árið Helgi Sjutt kominn inn næstur í brautina. Fyrir ákveðina stað, hann er í 7. seti fyrir þessa braut og þarf virkilega að keyra sig upp í allavega topp 5. Helgi, hann er þekktur fyrir hraðan og góðan akstur í tímabrautum og hefur oft sýnt mikil tilþrifin. Það er seinasti séns. Já, það er bara þarna eða ekki, sko. Allt lagt undir. Hann kemst yfir drulluna. Ekki vandræði með það. Já, þetta getur orðið ansið suppileg. Já. Hann ætti nú ná að skora hann í ánni og hann er að fljóta yfir hana. Það er að sjá hvort hann fari ekki yfir. Jú, og í gegnum hliðið, fyrst þurfum við að klára hana. Þá er bara 1 pittur eftir. Klárar þetta glæsilega á tímanum 1:06.16 sem er fyrsti tími sem kominn. Þú ert rosalega hreinn og sætur. Er það ekki? Jú. Hvernig fór þetta? Þetta var gott. Ég hitti á allt sem ég þurfti að hitta á. Hitti liðin og þegar ég fór hann í pittin þá hélt ég fyrir augun svo að glerun er ekki skítug. Svo ég segi eitthvað eftir það og svo hitti ég Arnar á annað þannig að hann fór ekki þörfum. Og ég held ég bara að hitta hann á síðasta pittin líka. Já, haldið fyrir augun til að komast þessu leið. Það hárði Einar Gunnlaugs. Hann þarf einnig líka að klóra sig upp stigatöfluna. Hann er á 8. seti fyrir þessa braut. En er hérna búinn að ræsa fram hjá honum og fór nú reyndar hérna hjá honum millikassin. Hann er einungis í afturdrifinu. Rétt eins og bara hver hann á fólksbíl. Hann er inn í brautinni! En þeir gefa sér ekki, þeir hætti ekkert keppni, það er bara algjörlega látið vaða. Já, Einar hættir ekki, allavega ekki meðan hann er með bílinn gangfæran og kemst aftur upp á að koma áfram, sko, þá...
Hann læti það bara duga og veður áfram. Fer hann í gegnum drullupillinu og aftur drifin einu saman. En það aflið þessum bíl alveg gríðarlegt. Þetta er einhver 1000 hestöfl með nýtrói. Næra hangi í liðurallanum. Gegnum liðin. Reyndar með slaka millitíma. Þetta er svona álíka tími og Helgi var að taka brautin allan á aðan. En hann hangir inni, það er fyrir öllu, þá var hann að geta klárað. Spurning hvernig hann tekst að koma hérna inn í með ekkert framdrif. Nei, tekur stefnun eitthvað allt þarna. Hann er að fara í sundferð. Já, hann klárar 80%, það er sami árangur og City var með. Móti með drifóðunum fjórum. Skúl, hann er lauslega á honum bara. Það var það Gunnar Egils. Annað sæti fyrir þessa braut. Og hann er búinn að skipta hann dekk eins og sérð. Að framann, hann var með ausur. Hann er kominn á skófludekkin eins og göttubílinn er á. Allan hringi núna. Maður sér Gunnar yfirleitt gera þetta fyrir hverja tímabraut. Hann skilst að hann ná að stjórna bílum betur þegar hann er svona. Og svo er það einnig flotið. Það er að segja að það sé betra á skófludekkjunum heldur en ausunum. Já, fleitir hann betur. Það verður gaman að sjá hvernig hann tekur á þessu. Skildi hann á að klára og setja þá betri tíma en Helgi. Hann gefur þarna allt inn. Og hittir þetta glæsilega. Þetta er ótrúlegt. Hann prjónar hérna. Það er enda með stæl þvílík tilþrif. Hann er að klára þetta. Já, það er 1.04. 300 til þá fyrir tíma. Það er byrjuð að setja hann í parki svo það fari ekki út. Þetta var rosalegt maður. Það var ekkert smá maður. Herru, segð mér hérna. Þú fær alveg stig fyrir þetta? Já, ég ætlaði allan að potta þetta með annarsæti, ef ekki fyrsta. Ef ekki fyrsta, það voru að Gunnar Pálmi, forystusauðurinn fyrir þessa braut. Hann þarf 180 stig, þá á hann að geta komist eða haldið sínu sæti. Já. Þá er hann öruggur með það. Þetta var orðið alveg gífilega spennandi þarna. Gunnar er búinn að sjá svona hvernig hinum gengur líka og sjá sennilega hvernig hann á að fara í gegnum, hvernig hann á að koma ykkur áni, þannig að... Þú spyrir þetta alltaf út frá því. Já, það er bara að standa sig. Tími 34. 34, mjög góð millitími. Stingur hann að áni og svo er það bara flottið. Stilla sér upp og allt í bótt á. Glæsilegt. Hann klárar þetta á 1.08, 37, þriðji besti tími og það er nóg fyrir hann. Hérna Sturla, hvernig er búið að ganga? Þetta er búið að ganga mjög vel ef ég tapaði höfðun í 2 þrautum. Og hérna, ég vissi bara hreinlega ekki hvert ég var að fara. Eru brautirnar erfiðari heldur nú gerðir þér hugleitum? Nei, það er eiginlega skítléttar. Þetta er skítlétt. Hvernig á að taka tímaþrautina? Í botni. Allt saman skítlétt og í botni. Þetta er svo Stulli sem allir þekkja. Og þetta er seinasti bíllinn. Þess maður geta í næsta þætti ætlum við að kíkja á B-flokk í motocrossi. Kíkja á kvartmilina. Eins jafnvel við fáum eitthvað óvænt. Þarna byrja hann að reykja hjá honum. Já, allt horfið henni í reykjar kói hjá honum. Það er farið hennar svona langaða skiptingu hjá honum eða eitthvað slíkt og spýjast yfir pústið. Það lofar ekki góðu. Nei, þá má ekki taka mikið á sko, allt er laust og svo sérðu hverfur allt í reyk og með eld. Það kveiknar í hjá honum. En það er sko að þetta fari ekki illa. Nei, það er nú annir starfsmennandi kring og þeir slökku þetta. Og við endum þetta svona. Í fyrsta sæti var það Gunnar Pálmi, öðru sæti var það Gunnar Egilsson,
3. sæti Sigurður Jónsson, Helgi Sjutt kemur inn í 4. sæti og 5. sæti Sturla Jónsson. Já, þessi árangur á Sturla, hann duði honum í 5. sætið áfram, 50% brautfær. En staðan til Íslandsmeistara, hún breyttist töluvert eftir þessa keppni. Það er núna fyrstu Gunnar Pálmi Pétursson, 48 stig.